Á ég að borga maka minn leigu? Þetta er rosalega algeng spurning sem kemur upp þegar fólk byrjar að búa saman og annar aðilinn á fasteign en ekki hinn. Auðvitað þurfa allir að búa einhvers staðar og það er eðlilegt þegar þú ert að máta þið saman hvort að sambúðin yfirleitt virki að þið skiptið öllum kostnaðinum 50-50. En hins vegar segi ég alltaf að upphæðið skyldi endinn skoða og það er mjög mikilvægt að ákveða á hvað tímapunkti ætlið þið að fara að vera meira sem meðeigendur og minna sem meðleigjendur. Þannig að hvar ætlið að vera eftir 3, 5, 6, 7 ár? Því það er ótrúlega algengt að fólk hugsar ekkert út í þetta. Og þá er það bara sá sem á eignina, hann borgar af eigninni og sá sem á ekki eignina, í staðinn fyrir að borga leigu, hann borgar bara allt hitt. Þú veist, hann sér krakkana, leikskólagjöldin, frístundagjöldin, jafnvel íþróttagjöldin, fötin, kaupir í matinn og allt þetta smotteri. 10 árum seinna skilur fólk og þá situr þessi eignalausi uppi svolítið með stutta stráið vegna þess að hann á ekki neitt. Hann getur ekki eins og sýnt fram á hann sem búinn að borga af húsnæðinu, þannig að hann borgaði bara þetta smotteri sem var kannski jafnvel ennþá hærra en húsnæðisverðið. Þannig að kynnið ykkur réttindin og passið að standa ekki upp með stutta stráið.